Góðan dag öllsumul. Í dag, öfugt með við síðustu viku, hafði ég vit á að forða mér úr Hafnarfirði einhvern tímann fljótlega eftir 7. Það virkaði mun betur. Flóttinn frá Hafnarfirði, það er þemað. Það sem við ætlum að tala í dag er ekki kennslumat, ég ætla bara að halda áfram með sama glærusett. Það sem við ætlum að fara yfir í dag er áfram einindavenslarit. Við klárum þau reyndar ekki alveg. Ég klára síðustu hlutina í einindavenslaritinu sem eins og gefur að skilja eru líka flóknustu hlutinir á mánudaginn. En það er mjög lítill hluti sem bætist við þá. Svo það sem við ætlum að gera í fyrri tímanum núna er að ræða einindavenslarit meira og í seinni tímanum ætlum við að fara yfir lausnirnar á projekt 1 og 2 og hreinlega ræða þær og af hverju þeir eru skrifaðar svona og gefa ykkur tækifæri til þess að spyrja. Byrjum aðeins munið eftir þessari glæru. Svo þetta er hlutur sem þið verðið að muna alveg ofsalega vel. Það er að segja hvernig syntaxin á þessu er. Satt að segja, þegar kemur að einindavenslaritum, grunnurinn að þessu, kassi er einindi, tígull eru vensla milli eininda og síðan eru örvarnar segja til hvers konar vensl er þetta. Hve oft geta þessi hlutir tengst? Munið þið hvað þið voru með fyrir 0 til n? Beinlína, ekkert flókið. Svona 0 til 1. Það er lína með ör. Svona. 1 til n. Feitlína eða tvöföldlína. Það er að segja, ef þið eruð að handteikna þetta eins og ég er að gera þá eru minni líkur og það verði misskilið ef þið notið tvöfaldalínu. Og svo að lokum 1 á móti 1 svona. Það er að segja að lágmarki einu sinni og að hámarki einu sinni. Það er kannski þægileg aðferð við að muna þetta. Pílan segir að hámarki. Feitið er tvöfaldlína að lágmarki. Með þetta 20 í höndunum eru þið með allar kombinationir af þessu. Og ef við förum með þetta aðeins lengra, ef við skoðum síðan hvernig varpast töflurnar, hvernig varpast einindavenslaritin yfir í töflur. Þá sagði ég ykkur síðast að þið gætuð bara varpa þessu þannig að hvert einindi og hver vensl yrðu tafla. Það er alveg rétt. En stundum er hægt að gera það á fleiri en einn hátt og stundum er betra að hafa ekki hver einustu vensl og einindi sem töflur. Ef við horfum á hér erum við með að prófessor tengist works-in, eða réttar að sagt hann tengist department í gegnum works-in, 0 til n sinum. Hvernig línu langar okkur í? Fyrir 0 til n. Venjuleg lína. Og ef við ætlum að varpa þessu yfir í töflu, hvað myndum við gera? Og við erum ekkert að pæla í hvaða descriptive attributes eru á þessu, eða hvaða attributes eru á einindunum, eða venslunum. Pælum bara í hvaða lyklar eru. Og við skulum gefa okkur að við séum með lykil ID og lykil ID Og ef við skoðum töflurnar, og eina sem við erum að hugsa er, hver er skilgreiningin á primary keynum í þessum töflum? Og það er að segja, hér erum við búin að segja það, svo við erum að horfa á þetta hér. Fyrir þetta, þá erum við með primary key og foreign keys. Fyrir þessa samsetningu, það er að segja 0 til n, að hann getur tengst þessu, það getur vel verið að vinna ekki fyrir neina deild, en hann gæti líka unni fyrir margar deildir. Að þá er primary keyin okkar PID og DID. Munið að lyklunin á venslunum, lykillinn á venslunum eru lyklarnir á þeim entityum sem koma að venslunum. Það er almenna reglan.
svo að þar af leiðandi fáum við sjálfkrafa ID-ið á professor og ID-ið á department inn sem primary key og síðan þurfum við foreign keys á PID og annan, ég ekki alltaf til syntaxin á þessu, á DID yfir í þá department og professor. Ef að við tökum okkur hins vegar til og breytum þessu og segjum að tengingin sé 0 til 1, það sé að prófessor fær ekkert að vinna fyrir fleiri en eina deild. Það getur vel verið að hann vinni ekki fyrir eina deild, en hann vinnur að hámarki fyrir eina deild. Að þá endum við með ör. Og hverju breytir þetta? Þarna. Við erum áfram með sömu lykla. Það er ID hérna og ID hérna. Akkurat. Verður primary keying ekki bara professor ID. Það er akkurat það sem gerist. Og ef við horfum á primary keying á worksin, þá verður hann PID, en síðan inniheldur að sjálfsögðu tablan líka DID og mögulega einhverja fleiri dálka, eða væri einhver attribút á þessu, en það er ekki hluta lykli. Þarna erum við búin að stýra því að í tengslunum á milli professor og department getur hver prófessor bara komið einu sinni, þess að við erum með að hámarki einu sinni skilyrði á þessu. Svona gerum við það. En við gætum líka gert þetta öðruvísi. Við gætum sagt, ok, sko, við erum bara að halda utan department ID og það er bara 0 til 1 sinni. Svo að í staðin fyrir að búa til worksin töfluna með hann primary key, þá gætum við sagt, sko, við ætlum bara að taka professor töfluna sem er með lykilinn ID og einhverja aðra dálka og síðan setjum við bara DID hér inn og sleppum bara worksin töflunni. Ef að það eru ekki fullt af einhverjum attribútum hér, þá er þetta mjög snyrtileg lausn að færa bara ID-ið yfir í professor. En þetta er 0 til 1 tenging. Ástæðan fyrir að við getum þetta er að efri mörkin er 1. En í þessu tilfelli, hvað þurfum við að gera þegar við skilgreinum þennan dálk? Já, það er akkurat málið. Hann þarf að geta verið 0. Sko, fyrir 0 til n að setja það hvar þá? Sko, já, ef þú setur það inn í prófessortöfluna, sko, vandamálið er að þá eru hvað ég segja, stökin í settinu prófessor ekki lengur prófessor. Þá ertu búin að breyta prófessornum í crosstöflu og þú fær fullt af vandamálum í hausinn fyrir það. Svo að það borgar sig ekki. Þetta er raunverið það sem að þessar crosstöflur og tablan sem verður til út úr worksin, ef við vörpum því yfir í töflu, er crosstabla. Það er þess að tabla sem tengir 2 aðrar töflur. 2 eða fleiri. Hér er að horfa á 2. Og en hér getum við sett inn dálkinn hérna. Ef við værum hins vegar með fullt af attribútum á worksin, þá er snyrtilegra í staðin fyrir að bæta öllum þeim attribútum hér inn að búa bara til worksin töflu. Ef við setjum attribútin hér inn, segjum bara að þetta séu A, B og C attribút, bólurnar 3 þarna inn á worksin, þá þurfa öll þessi gildi líka að vera nullable. Og þegar við förum að skoða normaliseringu í næstu viku, þá sjáum við að þetta er ekki heppilegt heldur upp á normaliseringu. Svo að ef þetta er bara einhvað eitt gildi, bara lykillinn, þá er mjög snyrtilegt að setja þetta inn í töfluna, eins og inn í prófessortöfluna, setja bara DID. Ef þetta er einhver romsa af gildum, þá er líklega betra
að halda worksin. Þetta endar alltaf sem judgment call, en það sem þið lærið normaliseringu í næstu viku hjálpar okkur svolítið til við að segja til hvort þetta sé góð hugmynd eða ekki. Já. Ef ég ákveða að leyfa honum að vinna í 2 deildum? Jú, það verður bölva klúður. Jú, ég í raun og veru að segja, ég tilbúin að taka aðeins, eða fá aðeins einfaldara skema fyrir aðeins minni sveigjanleika. Og þetta raun og veru trade-offið sem þið eruð að gera í allri hugbúnaðargerð alltaf. Þið eruð að velja, þið eruð með sliding scale sem sveigjanleiki og flækjustig. Þeim mun meiri sveigjanleiki sem þið eruð að fá, þeim mun meiri flækja á hugbúnaðinum, þeim mun hærra flækjustig. Ef við setjum þetta inn í prófessor, þá erum við að segja, ég þarf ekki þennan sveigjanleika, en einfaldleiki alltaf góður. Og hann það. Ef þú veist þá þarft ekki sveigjanleikan. En þú lendir í vandræðum, það alveg rétt hjá þér. Ef að þú setur þetta inn í prófessor og ef þú færð einhverju undantekningar. En ef við lítum á þessa útgáfu, þar sem við erum með 1 til n, hvernig línur langar okkur að gera hérna? Feita eða tvöfalda, sem segir að lágmarki. Feit tvöfald að lágmarki 1. Hvernig vörpum við þessu yfir? Hvað gerum við hér? Hvaða lykla setjum við á þetta? Og athugið að í báðum dæmunum fyrir framan foreign key yfir á PID og DID. Það foreign key yfir í professor og það foreign key yfir í department á ID-ið þar. Alveg sama hvort það hlut af lykli eða ekki. Allir með? Ef við horfum á þetta, já, það var búið að henda helmingnum á strikinu mínu, það hjálpar ekki. Ef við horfum á þetta dæmi, hvað getum við gert til þess að tryggja það að þetta constraint sem við erum búin að skilgreina í módelinu, 1 til n, hann vinnur í að lágmarki 1 deild, en mögulega fleiri deildum. Hvað getum við gert hér? Og ef við horfum á lyklana, sko, eins og þetta sett upp, við erum komið með evrumörkin n. Það þýðir að við getum ekki sett þetta inn í prófessortöfluna. Þess að við getum ekki representa það á þess að breyta henni í crosstöflu. Svo að það virkar ekki og sem þýðir það við þurfum worksin. Og worksin með evrumörkin n sem þýðir það við þurfum bæði professor ID og department ID sem hluta lyklinum. Að við þurfum að geta skráð oftar en meir en eina færslu í worksin. Af því að þetta evrumörkin eru n. Svo að við endum með að primary keyin á worksin inniheldur PID og DID og svona, en tablan inniheldur að sjálfsögðu ef við skrifum create table og worksin, þá inniheldur hún PID, DID og örugglega einhverja aðra dálka í viðbót með attribútunum sem eru geymd. En ef við horfum á þetta, hvernig ætlum við að tryggja að hann sé að lágmarki einu sinni í worksin? Fyrir hvern prófessor sem skráður í prófessortöfluna, þá þarf hann að vera að lágmarki einu sinni í worksin. Hvernig gerum við það? Einhverja tillögur? Þetta 8-30 syndrom? Þetta er ekki þægilegt. Ég fyrir ekki það fúslega. Leifir ekki nullable. Sko, það hjálpar okkur ekki hér vegna þess að við þurfum að tryggja að það sé færsla í worksin töflunni bara yfir höfuð. Strax við það að setja primary keyin hérna, PID og DID, að þá erum við búin að segja að þessi 2 dálkar í worksin eru ekki nullable. Dálkar sem eru hluta af lykli eru aldrei nullable. Hvorki í töflum né í á endanum hugsaðu bara það í töflum, en lyklar innihalda ekki null. Bara ekki. Og það þýðir að við erum búin að pinna það að PID og DID geti ekki verið null í worksin.
og þetta primary keyin á worksin, hérna. Og eins og ég sagði líka áðan, það foreign key á bæði ID-ið professor frá PIT og ID-ið department frá DIT. Þeir alltaf með þessa foreign key í hérna venslunum. Á primary keyana, á þeim entityum sem mynda venslin. Hér við eiginlega með það að við getum ekki búið til foreign key. Eina hugmyndunum væri, við getum kannski búið til foreign key frá professor yfir í worksin. Hey, þá getum við tryggt það að professor ID-ið sé örugglega til í worksin líka. Raun og veru gert foreign key í hring. Frá worksin á PIT yfir á ID og professor og frá professor af ID á PIT-ið í worksin. En buggy þar hugsanlega virkar þetta. En SQL-standardin segir okkur að við verðum að vísa í lykil. Það að vera unique eða primary key. Og í þessu tilfelli PIT eitt og sér ekki lykil. Það hlut af lykli. Svo við getum ekki notað foreign key til að leysa þetta. Eina leiðin við að leysa þetta ofan í gagnagrunninum að nota assertion. Að skrifa bara assertion þegar professor búinn til, þá ætlum við að passa að það sé til færsla í worksin fyrir hann. Og það þýðir að það verður að búa til þess að 2 hluti í sömu transaction til þess að þetta gangi upp. Og það þýðir líka að við þurfum að vera með deferrable constraints til þess að lenda ekki í vandræðum með foreign key. Eða réttar sagt, hvenær þessi hlutur eru evaluataðir. Deferrable þýðir bara, í staðin fyrir að evaluata það á inserti, þá evaluatum við það á commit. Sem þýðir að við getum búið til báða færslurnar, þó það lyklarnir gangi ekki upp. Síðan eru lyklarnir tjekkaðir þegar við komum báðar. Já? Department veldur ekki vandamálum þarna því það bara 0 til n. En það auðvitað þarf að vera til departmenti sem þú ert að skrá á. Alltaf. En þú lendir ekki vandræðum með það þarna. Þetta eru professorinn og worksin sem hanga saman á lágmarki 1. En satt að segja, þá myndi ég segja ykkur ef ég á að taka praktíska approachið á þetta, ekki nota assertions. Megnið af því sem þið gerið í praxis þegar þið smíðið hugbúnað, þið leysið þetta einfallega þannig að þið smíðið aðgerðina sem myndi stofna nýjan professor, þannig að hún gerir báða þessar hluti sem hluta af einni transaksjón. Þannig að það gerist bara ekki nema að bæði gangi upp. Þið leysið það þar. Ekki setja svona hlutunni í gagngrunn. Þetta performancelega skelfilegt og þetta verður flóknara. En þetta practical hint. Þetta hefur ekki beinan relevans á hvernig þessi vörpun virkar. Þegar kemur að leysa verkefni í kursinum, þá það, og síðan gerum við assertion á þetta. Hitt bara þegar þið farið út í að smíða hugbúnað í alvöru, þá vil ég ekki gera þessu hluti. Akademía og software industry ekki alltaf eins. Þetta eins og Einstein quoted. In theory and praxis are the same. In praxis, they are not. Svo það ekki alltaf eins. Og ef við horfum á þessa tengingu, við erum með að lágmarki 1 og að hámarki 1. Svona. Hvað gerum við hér? Hvernig verða lyklarnir á worksin með þetta? Ef við gefum okkur að við séum með worksin. Og í þessu tilfelli það mjög góð hugmynd. Það reyndar. Það hægt að leysa þetta á 2 vegu. Ef við gefum okkur að við séum með worksin töflu, hver þá primary keyin á worksin? Og við erum áfram með ID og ID. Hver verður primary keyin hér? Við erum með að lágmarki 1 og eina tengingu og að hámarki eina tengingu. Við erum með eina tengingu. Já, PIT. Primary keyin okkar bara PIT. En tablan, þetta stendur fyrir create table. Worksin inniheldur PIT, DIT og mögulega eitthvað fleiri viðbútt.
En þetta eitt primary key. En hvað gerum við til að tryggja það? Núna erum við búin að tryggja, það hámark 1 með því að setja hérna þennan primary key-in. Það getur aldrei orðið meira en 1 prófessor í þessari crosstöflu, í þessum venslum. Hvernig tryggjum við að lágmark 1? Þú gætir að sörta það, en núna erum við komið með einfaldari útgáfu. Vegna þess að ef við horfum núna á professortöfluna, þá inniheldur professor ID og síðan einhvern haug af öðrum dálkum. Og núna erum við komið með það að lykillinn á worksin eingöngu professor ID-ið. Svo það sem við getum gert að setja foreign key frá worksin yfir í professor og frá ID-inu yfir í pittið, hringur, sem segir bara að það verða alltaf að vera til, viðkomandi ID þarf alltaf að vera til í báðum töflum til að þetta haldi. Þú gerir deferrable foreign key constraint, þetta foreign key hér. Þarna erum við að horfa á foreign key og ef við skrifum það bara niður, það. Þetta foreign key constraint. Á undan þessu kemur alter table add constraint fyrir framan foreign key. En það bara syntax, við erum ekki alltaf staðar rétt í augnablikinu. Foreign key ID references. Fyrst ég skrifa þetta svona, þá þetta PID, references professor ID. Þetta foreign key á worksin. Síðan gerum við foreign key á professor. Þar á ID. References. Jú, þú endar á að gera, jú, þú gerir það. Þú getur skilgreint þetta bara sem hluta af töflunni, þú býrð hana til, þá setur þú bara komma foreign key. En ef þú bætir því við eftir á, þá gerir alter table. En annars, það bara að þú setur constraintin á eftir á. Ef þú gerir það sem hluta af skilgreiningun á töflunni, þá það bara samúðið að við séð og verið að gera í verkefnum, í fyrsta verkefninu gerðu þetta. Það alveg nákvæmlega eins. Og þá fáum við hér worksin pit. Þá erum við komið með að professor referensar worksin pittið og worksin referensar ID-ið á professornum, hringur. Þessi því þarf að vera til á báðum stöðum til þess að þetta gangi upp. Og þá erum við búin að tryggja að við getum ekki átt professor nema hann sé með tengingu við worksin, í gegnum worksin. Já. 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 Þú byrjar, það sem gerist við skal segja nákvæmlega hvað gerist. Það sem gerist að þú þarft að búa til þessi constraint, annarkvæmt sem deferrable, vegna þess að annars tjekkað á þeim leið og þú insertar og þá farið þið bara villu. Eða þá þú segir þeim að í augnablikinu séu þau deferrable þegar þú framkvæmir hluti. Á endanum það þannig, constrainti verður að vera deferrable á þeim tíma sem að þú insertar. Það þýðir það að það ekki athugað. Segjum bara að þú byrjar á insert í professor. Þú insertar í professor og þú veist alveg að foreign keyin yfir í worksin að hann brotnar þar. Það ekki búið að setja það þangað inn. En það deferrable constraint sem þýðir það að það verður ekki tjekkað fyrir að þú committar. Svo þú gerir begin transaction eða begin, insert í professor og það foreign keying deferrable, insert á worksin sama og hann þarf ekki að vera deferrable þar ef þú hefur alltaf þessa röð. Eða þú búin að setja það þar inn. Commit. Við commitið deferrable constraintið tjekkað. Hei, núna á ég að tjekka þetta. Og þá ekki komið með færslinni báða töflunar. Svo það gengur upp.
Þetta nákvæmlega það sem gerist. En þetta kannski aðeins meiri dítill en þið þurfið á að halda. Það sem þið þurfið að muna í sjálfu sér að ef við erum með tengingu sem 1 á móti 1, 1 til 1, bara 1 að lágmarki og 1 að hámarki, nákvæmlega 1, þá getið þið leyst það með því að nota foreign key sem fyrir hring. Það það sem þið þurfið að muna. Hvernig það útfært á bakvið skiptir ekkert máli. Já? Jú, það sem ég sagði í byrjun, það 2 leiðir við að leysa þetta. Þetta önnur, en hinn akkurat það sem þú ert að segja. Það væri ekki skynsamlegt að hafa bara enga works in töflu. Og þá endum við með, að skipta yfir einhvern annan lit, svo að skilja það. Sko, aðferð 2, með því að hafa enga works in töflu, þá endum við með, professor töfluna, sem inniheldur ID, sem lykillinn, primary key, og einhverja aðra dálka, og síðan endum við með DID. En það hefur eitt breyst frá því þetta var 0 til 1. Það akkurat punkturinn. Not null. Af því að þetta að lágmarki 1 sem þýðir það að fyrir hverja færslu prófessor verður að vera tenging við department. Ef að það væri fullt af öðrum attribútum, þá þetta ekki góð leið. En aftur þá þið bara kópera fullt af dálkum inn í töflun ykkar sem ættu að vera í worksin. Fullt af attribútum sem verða dálkar. Attribútin verða alltaf dálkar. Í því tilfelli, með þessari hönnun, þá allir þeir dálkar með sömu skilgreiningu á hvort þeir nullable eða ekki og þeir með í worksin. Af því þetta verður alltaf að vera. Þá færðu það bara beint yfir. Ef við erum með dæmi sem við erum með áðan, þar sem við erum með 0 til 1, þá þurfa þeir allir að vera nullable, sama hvort þeir það í worksin eða ekki. Af því það ekki víst að sénin fæslana. Svo hér þið ekki að fá nákvæmlega sömu hegðun. Í þessu módeli, ef við setjum þetta inn í professortöfluna og það þessi A, B og C dálkar líka, þá verður þær að vera nullable af því það ekki víst að sénin tenging, en það ekki gefið þeir séu nullable í worksin. Svo þið fáið ekki endilega sömu hegðun. Í þessar útgáfu, þá fáið þið alltaf sömu hegðun. Það alltaf 1 og þá hafið þið bara sama. Ef þeir nullable í worksin, þá verður þeir nullable í professor og öfugt. Og þetta bara það sem við erum búin að vera að tala um. Að hér verið að búa til assertion til að tjekka hvort að þetta sé til. Og þegar við erum með 1 til n, þá höfum við enga aðra leið við að gera þetta. Með hvað hefur verið mikið að borvélar hljóði í þessum skóla frá því að ég kom fyrst hingað inn, þá ætti þetta að vera eins og svissneskur ostur. En já, þetta í sjálfu sér hlutir sem við höfum verið að ræða. Það sem okkur langar að tala þetta bara nákvæmlega dæmin sem við höfum verið að taka, sem við erum að fara yfir hérna. Já, og þá komum við að einhverju sem við ætlum að ræða aðeins vel. Weak entities. Þið munið við fórum yfir veik vensl síðast, þar sem þið gerðuð brotalínu í venslunum, þegar þið bættuð einhverju attribúti inn í lykilinn. Að við tókum dagsetningu inn í lykil þar sem vorum að selja eitthvað til að geta selt vöruna allavega einu sinni á dag. Weak entities, veik einindi, að það einindi sem að lifa í raun og veru ekki alveg sjálfstæðu lífi. Þau háð einhverju öðru einindi og eiga ekki sinn eigin náttúrulega lykil. Við getum alltaf sett ID og allt og sagt þetta lykill, en þið þekkið veiku einindin á því að þau eiga sér ekki náttúrulegan lykil. Og það alltaf 1 á móti 1 tenging frá veika einindinu í venslin sem tengjast
hvað við segja, foreldra einindinu sem þetta hangir á og getur ekki lifað án. Og þegar þið hendið foreldrinu, að þá hendið þið þessu líka. Við tökum dæmi þetta núna rétt strax, svo til að skýra þetta betur. Ef við horfum á hérna, og segjum okkur að hér séum við með hérna, foreldra einindi, það tengist hérna, einhverjum venslum hérna og hér erum við með veika einindið sem að tengist hérna og eins og segi alltaf nákvæmlega einn tengingin hér á milli. Hvert veikt einindi er bara tengt hérna, einu foreldri að bæði hámarki og lágmarki, nákvæmlega einu. Og bókin hérna, tekur aftur að þegar að vera með feitar línur í öllu saman. Björn tekur þá línu að þegar að nota tvöfaldar bæði örvar og kassa og athugið þegar þið eru með veik hérna, einindi þá verða venslin líka tvöföld. Þetta er bara hérna, framsetningin á þessu. Og í þessu tilfelli, ef við gefum okkur að þessi einindi hérna séu með lykilinn ID og skulum setja þetta er partial key. Það er að segja, þetta er ekki einkvæmt. Þetta er eingöngu einkvæmt ef við setjum saman ID hérna og name. Þetta saman er einkvæmt og þetta er einkenni á hérna, veikum einindum að þau eru ekki einkvæm nema í tengslum við foreldrið sem þau hanga á. Og þetta verður mun auðveldara og eins og segi, þetta er syntaxin. Nú ætla ég að fá ykkur til að lita og teikna pingulítið, klukkan er 9, það hlýtur að vera hægt. Þið ætlaði að teikna upp hérna blakleikur inniheldur nokkur sett. Hvert af þeim inniheldur sett númer hvað er þetta sett í blakinu og hver eru stigin hjá heimaliðinu og gestum. Og það segir sem nokkuð sjálft með það sem vorum að fara í á undan að veik einindi koma við sögu. Sjá ef við hoppum aðeins tilbaka. Blakleikur, sett. Þetta er syntaxin. Einindin eru áfram bara kassar, en þeir eru með tvöfaldalínu utan það sem tengist veikum einindum og tengingin frá veika einindinu yfir í venslin er alltaf nákvæmlega einn.
Ok, teiknum þetta upp. Við höfum augljóslega styttum þetta volleyball game sem við styttum bara niður í game. Og við getum notað hvort sem has eða consists of og síðan fáum við set sem að tengist svona og settið, gefum okkur að game eigi lykilinn ID og settið á setnúmer og home score og away score. Þetta eru attribútin okkar. Og við þurfum, að því þetta eru veikt einindi, þá fáum við allt tvöfalt. Svona. Og ef þið pælið í hver lykillinn á has við þessu tilfelli. Hann sjálfur sér bara eins og venjulega. Ef við skoðum lykilinn á has primary key, þá hann ID og set number. En ef við skoðum eins og hver lykillinn á set, ef við horfum bara á þetta í beinni vörpun, við ætlum að varpa þessu alltaf beint. Hver lykillinn á set? Athugið að þetta ekki number of sets, þetta tilraun til að teikna brotalínu. Þetta veikt einindi sem þýðir það hefur ekki einhverjum lykil. Og það þýðir að primary keyin hér verður, skulum skýra það GID til að halda því, og setnúmer. Og þetta ekki svolítið sambarilegt? Þetta sami hluturinn. Í þessu tilfelli, ef það ekki fullt af attribútum hér til að flækja líf okkar, að þá þurfum við þetta einfaldlega ekki. En það annað sem þið þurfum að hugsa varðandi veik einindi. Ef við, segjum að við búum til töflur út frá þessu og við búum til töfluna game, sem inniheldur bara nákvæmlega það sem í game, síðan búum við til set töflun okkar, sem inniheldur primary keyin GID og set number. Hvað gerist þegar við eyðum leik? Við viljum að færslurnar fyrir þann leik í set hverfi líka. Vegna þess að þær eru merkingarlausar nema út frá ákveðnum leik. Þær standa ekki sjálfstæðar. Í raun og veru það lykilatriði varðandi þessu veiku einindi, þau eiga sér ekkert sjálfstætt líf. Skýrt? Eða þetta ennþá svolítið flægt? Má nú sjá. Ha? Já. Já, vörpunin. Já. Þarf ég að skilgreina það sem foreign key? Já. Þú skilgreinir í set töflunni, þá myndum við búa til þegar við gerum create set, þá myndum við búa til foreign key á, maður sjá, skulum. Á GID, references, game ID. Þú þarft að gera þetta áfram til þess að tryggja að það sem fer inn í þennan primary key sé örugglega til. Með öðrum orðum, að þetta set tilheyri einhverjum ákveðnum leik. Svo við þurfum áfram, þetta er mjög góð spurning, að við þurfum áfram að halda utan foreign keyana yfir. Og
En eina sem gerist í raun og veru ef við viljum að set hverfi þegar að leik er 1 að þegar við skilgreinum þennan foreign key þá bætum við hann on delete cascade. Það þýðir það að þegar að leik er 1 þá öllum færslum með þetta GID í set líka 1. Nei. Cascade bara almennt fítus í SQL en þið bara eins og með svo margt annað þú þurfum að fara varlega með það. Vegna þess að þið fáið enga tilkynningu að færslum í öðrum töflum hafi verið 1. Þeim bara 1. Svo þið þurfum að vera mjög viss á að þetta samband sem þið eru að lýsa haldi alveg örugglega. Þess að öðrum kosti það að henda gögnum sem þið vildu mögulega ekki henda. Og þá komum við að hugtaki sem að verður miklu einfaldara fyrir ykkur sem entity set hierarchies. Og entity set ekkert annað en skema eins og skema fyrir töflur. Þetta það sem lýsir þessu, síðan þið með tilvik af þessu, instances, sem þá gögnin í því. Skema fyrir töflurnar sem segir lýsingin á töflunni, create table. Sú skipun með öllu inni skemað fyrir töfluna. Að fyrir einindin þá entity set þessi skilgreining og það ritið sem við teiknum. En já, hierarchies og þetta eitt af uppáhaldsorðum mínum íslenskum í tölvunarfræði, stigveldi. Já, það ekkert annað en bara sama og klasarit úr hlutbundinni hönnun. Virkar nákvæmlega eins. Þið eru með og þetta heitir ISA relationship í einindavennslaritum, en þetta ekkert annað en erfðir. Og þetta ef við skoðum bara dæmi til að pinna þetta í staðinn fyrir að lesa skilgreininguna. Hér erum við með það að við erum með, student sem superklass, virkar nákvæmlega eins. Þetta parent entityð og síðan erum við með allan listan niðri sem subklass á student. Þeir eru að yfirskrifa, þeir eru að erfa student. Er þetta ekki tiltölulega þægilegt? Jú, á að vera það. Þetta hluti sem þið kunnið bara vel. Og þetta bara notationin sem þið eruð að horfa á hérna. Og já, þetta eru bara eðlileg eigindi sem við erum að horfa á hér. Atriði 1, ef við förum þetta betur í það eftir. Lykillinn á grunnklasanum eða grunnentityinu, eigindinu, sem student hér, líka lykillinn á öllum eigindunum sem erfa hann. Við erum orðið með ef student með ID, þá ID lykillinn á öllum hinum líka. Tiltölulega lógískt til þess að hengja þetta saman. Við þurfum að fara yfir, já, þið fáið náttúrulega bara, þetta nákvæmlega sama með klasarit. Þið fáið læsilegri og vitrænni framsetningu með því að gera þetta í erfðum heldur en að hafa þetta allt flatt í stórum klumpum. Ekkert sem þið kannast ekki við. Hér sjáum við dæmi akkurat þetta. Hér erum við með, og þið getið verið með svona djúp tré. Við erum með persónu, employee og student erfir persónu og það þýðir þegar þið eruð að horfa á employee þá þurfið þið líka að pæla í þeim attribútum sem eru á person. Svo að í praxis þegar þið eruð að selja þetta upp þá joinið þessar töflur sem kom út úr þessu. En þetta virkar bara nákvæmlega eins og erfðir hvað þetta varðar. En við þurfum að horfa á 2 property í þessu. Annað covering constraint. Covering constraint segir í raun og veru að ef við unionum subtype entities við supertype entities, þá það sama settið. Á kannski örlítið meira mannamáli,
þá þýðir þetta það að fyrir hverja, ef við horfum á þetta dæmi, fyrir hverja persónu þá viðkomandi færsla til í líka employee eða student eða báðu. Með öðrum orðum að lágmarki einni af undirtypunum. Ef við bökkum hér yfir, ef þetta covering, þá fyrir hverja studentfærslu til ein eða fleiri freshman, sophomore, junior, senior færsla. Það aldrei til færsla þar sem þið eru með eingöngu færslu í student og ekkert í super klösunum sem erfa það. Það covering. Og hitt disjointedness, eða disjoint constraint. Og það þýðir einfaldlega að stúdentinn getur bara verið eitt af freshman, sophomore, junior, senior. Covering leyfði því að vera eitt eða fleiri. Disjoint þýðir 0 til 1. Það getur verið að sé ekkert ef það ekki covering, en það að hámarki einn af þessum hlutum. Freshman, sophomore, junior, senior. Í disjoint, jú, að hámarki. Já, svo ef við horfum á covering, þá covering, covering 1 til n. Við gerum kröfu á að einhverja superklösunum innihaldi tengingu, sé í venslunum. Fyrir disjointedness, þá segjum við 0 til 1. Það ekkert víst að sé til færsla, en það alveg, ef það til færsla í superklassa, eða super erfðu einindi, þá bara 1. Má nota bæði í einu. Aftur, fantagóð spurning og svarið já. Við tökum dæmi þetta núna. Representation í bókin þið skrifið covering eða disjoint á ritið og það satt að segja bölva klúður eða gera það. Línan sem Björn Þór tekur og mjög góð. Við notum bara sömu notation og við höfum verið að nota. Sjáu hvað þetta Þetta 1 til n og þetta 0 til 1. Og við kunnum að gera þetta bæði. Svo ef við horfum á þetta, ef það ekkert constraint, hvað erum við þá að horfa á? Hvaða möguleika höfum við? Þetta bara einfaldlega 0 til n, nákvæmlega sama og í öðrum venslum. Það ekkert öðruvísi við þetta. Það ekkert víst að séu nein tengsl, en það getur verið fullt af þeim. Nein vensl, það getur verið fullt af þeim. Ef við horfum hins vegar á covering, þá segjum við, þetta 1 til n. Og hvað gerum við þá? Hvernig teiknum við það? Já, tvöföld lína. Skulum bara taka þessa hér og tvöfaldana. Svona teiknum við það, covering. Nú segjum við að hver stúdent tengist að lágmarki einum freshman, sophomore, junior eða senior. Þetta sama reglan hinnar línurnar? Nákvæmlega sama notation. Engin munur. Svo það akkurat fegurðin við þetta. Þurfið ekki að læra neitt nýtt varðandi þetta. Disjoint segir að hámarki 1. Með öðrum orðum, disjoint 0 til, óþarfa að bæta við punktum. Ég fekk kaffi í morgun. Svona, 0 til 1. Og hvernig viljum við gera það? Svona. Það notation á disjoint, sem segir okkur bara að það ekkert víst að sé nein erfð á stúdent, en ef hún þá hann bara tengdur einu af þessu setti, freshman, sophomore, junior, senior. Og ef við tökum bæði saman, þá erum við með covering, sem segir okkur að lágmarki 1, og við erum með disjoint, sem segir okkur að hámarki 1. Svo við endum með að tengingin nákvæmlega 1. Og hvernig teiknum við það? Við viljum tvöfalda línu til að segja að lágmarki 1 og að hámarki 1. Skulum
lita þetta líka svo þetta sé skýrara, svona. Allir sáttu við þetta. Svo notationin fyrir erfðir, hvað varðar disjoint og covering, bara nákvæmlega sama notation og þið hafi verið að nota fyrir einindi og vensl. Ekki lengur með ekki fyllt? Já, þetta feitulínurnar eða? Það var einhvern tímann, það var til sem hún var ekki fyllt, það var hvítt inni. Það allan ekki í, sko, sem var ekki fyllt. Það ekki í Ramakrishna Gerkebókinni. Það umlið? Ok. Já, erfðirnar sko, það erfðir og consists of í umlinu. Við þurfum ekki að hugsa consists of hér. Það bara, það konsept ekki til í þessu. Svo við getum ignorað það. En við útfærum þetta einfaldlega með því að búa til hvert einindi í erfðatríinu sem töflu. Og þegar við förum að pæla í lyklunin á því, að þá eins og ég sagði áðan, þau einindi sem erfa stúdent, eða eru is a student, freshman is a student, hugsunin, að þau einfaldlega erfa lykilinn á stúdent. Og ef við erum í þeirri stöðu, eins og við sjáum í ritinu hér, allavega freshman á engin attribute. Það bætir engu við. Að það sem gerist hér þá bara, að það verður til tafla sem að inniheldur ekkert nema ID. En það sem þessi tafla segir okkur að allir nemendur sem eru skráðir í þessa töflu eru freshman. Svo það ekki þannig að við getum sleppt henni. Svo hún ennþá að veita okkur upplýsingar þó hún innihaldi ekkert nema bara þetta ID. Við það að nota ISA eða erfðir, þar sem þær eru ekki disjoint, með öðrum orðum þeir geti verið með fleiri en einn subklassa eða subeinindi, að þá fáið það, ef við erum að horfa hérna, hér erum við með sama einstaklingin sem bæði employee og student, að þá skráið þið upplýsingarnar persónuna bara einu sinni. Ef þið værið með þetta í flötu skema, þá þyrftuð að skrá 2 raðir með þessum upplýsingum. Svo þið eru með minna redundancy með því að nota erfðatré. Á móti fáið þið flóknari fyrirspurnir. Það trade-offið. Og entity or attribute, við fórum aðeins í þetta fyrr, ég ætla að stökkva yfir í, sjá, entity or relationship. Jú, ég ætla bara að reyna að koma upp í, ef við fáum 2 mínútur til þess að stela því sem skiptir kannski mestu máli, koma því að, síðan fáum við hlé. Þá skulle ég vera aðeins fljótar að fara yfir lausnirnar á eftir. Athugið að lítið bara snöggt á þessi 2 rit. Eru þau að segja okkur sömu hlutina? Passið ykkur á því þegar þið lesið svona rit að við það gera ekki mjög miklar breytingar, fáið þið oft mjög breytta merkingu. Hvað þýðir þetta? Og ef þið horfið á þetta rit, þá fáið þið hluti eins og það. Horfið hérna á price. Í næsta riti þá price ekki tengt því sem var selt, heldur price á hvaða verði býður einhver supplier einhverja vöru. Hún á milli parts og supplier, sem þýðir að þetta söluverð orðið. Sold inniheldur hér bara date. Það þýðir að við getum ekki lengur tekið saman á hvaða verði var vara selt. Meðan það verðið hjá suppliernum breytist með tímanum, verðið á því sem var selt á aldrei að breytast. Þarna fáum við rangar upplýsingar ef við förum að reyna að sjá, skoða reikninga aftur í tíman, á hvað keyptum við þetta. Það þarf að hugsa ofsalega vel hvað segir ritið ykkur og bara ræða það og fara í gegnum það. Þetta ekkert alltaf augljóst og það þarf bara svolítið að hugsa þetta. Svo þegar þið byrjið á að búa þessi einindavenslarrit til, þá mjög hjálplegt að hugsa út í það að nafnorð eru almennt
entities, einindi, og sagnorð eru almennt vensl á milli einindana. Og þá skulum við hafa 5 mínútur og síðan tökum við förum yfir lausn á verkefnum 1 og 2.
Sjá, þá skulum við rúlla yfir lausnirnar á Project 1 og 2. Ég fer örugglega svolítið hratt yfir Project 1 vegna þess að á þessum stað í námskeiðinu þá vona ég að það sé orðið frekar einfalt fyrir ykkur. Project 2 förum við síðan aðeins hægara í vegna þess að það einfaldlega flóknari fyrirspurnir og þið læri meira á því að við ræðum þær. Fyrsta spurningin skilið nafn og kyn allra íþróttamanna raðað eftir hæð og passið ykkur á því. Allstaðar þar sem beðið eitthvað eins og þetta, þá þurfum við að stoppa og spyrja ykkur. Geta komið tvöfaldanir í listan. Og það sem þið eruð að horfa á það sem við erum búin að vera að tala í einindavenslarritunum. Hvernig tengingin á milli taflnanna sem ég að joina saman? Það örugglega 1 á móti 1 eða það ef til vill 0 til n? Þetta segir ykkur hvort þið þurfið að nota distinct eða ekki. Þess að þó orðalagi segi ekki og listin af þessu þarf að vera einkvæmur. Ef ég myndi biðja ykkur að skrifa niður nöfnin á okkur og skila með lista, myndi ykkur detta í huga að skrifa nöfnin á sumum oft. Nei, það ekki hjálplegt. Og nákvæmlega sama á við þetta. Þó svo að það sé ekki sagt, stökin í listanum þurfa að vera einkvæm og þurfið að hugsa það. Og þú þurfa að vera einkvæm. Svo ef við, já. Þá vil ég fá það oft. Vegna þess að það ekki sami einstaklingurinn. Þar vandamálið að nema ég tæki skýrt fram í þeim tilfellum, ég vil fá einkvæmt nafn. Ef ég bið einstaklinga á kyn, þá myndir þú setja hann oft. En ef ég segir ég vil eingöngu nafn, þá þyrftirðu að stoppa og spyrja þig. Á þetta ekki örugglega vera einkvæmt. Eða með öðrum orðum, ef ég bið lista af nöfnum, þá myndi ég vilja fá það einkvæmt. Ef ég bið lista af einstaklingum, þá myndi ég vilja fá það með tvöföldun. Þess að ég vil fá alla einstaklingana. En ef ég bið bara nöfn, þá ég eldast bara við nöfn. Þetta skilningur á texta. Getur verið mjög tricky. Og ef við rúllum bara yfir þetta, hér erum við eingöngu að taka fyrir fyrstu fyrirspurnina. Má ég nú sjá. Þetta gjörsamlega ólæsilegt? Já, þetta ekkert æðislegt. Býtu, þá þarf ég að fara að temja Sublime. Og ég nota Sublime ekki það mikið. Maður sjá. Það ekki, maður sjá settings user. Svo það setja font size. Svona. Það sé bara hátíðina. Prófa. Nei, hún ekki sátt. Á að vera að koma á milli hérna. Þá bara hendum við gæsalöpum. Sjáum hvort við fáum þetta hratt. Annars vissaði ég bara verkfæri fyrir þetta. Ekki ágjöra því. Nei. Já, ég setti komuna, hún kvartaði áðan, prófum þetta. Expected comma úr closing bracket. Það ástæðan fyrir komunni. Sko, Sublime ekki vinur okkar rétt í augnablikinu. Svo við skulum bara gera svona. Já, sko, það aðeins af forritunum bara hvort þau styðja. Það alveg svolítið það sem að hundurinn leikur grafin. Hún vill ekki stækka þetta í þessu forriti. Og við getum líka gert annað, við getum gert einhvað sem alveg skemmtilega mikið ekki Mac. Fyrsta text edit mótmælti,
þá sendum við Apple bara einfallega fingurinn og notum Word. Satt að segja þá edita ég, þetta er ekki það sem okkur langar í, okkur langar ekki að læra meira. Við missum syntaxin við þetta reyndar, en á móti kemur að þetta er væntanlega einhvað sem þið getið lesið. Betra. Ok, svo til þess að svara fyrirspurninni, birtum nafn og kyn og ég mun bara fara yfir ANSI join útgáfunar. Ég mæli með því að þið eru ekki byrjuð á því að þið venjið ykkur á að nota ANSI join, þess að þið fáið snirtilegri selitsetningar út úr því. Það hefur engin áhrif á einkunnir á verkefnum eða prófum. Þetta er bara fyrir ykkur til lengri tíma. Svo að selitsetningin fyrir þetta er einfallega p-name og get-description og við erum að joina gender og person eða people og í þessu tilfelli að þá er bara einn á móti tengingin frá people yfir í gender. Þú getur bara haft eitt kyn svo að listin sem kemur út úr þessu er örugglega einkvæmur. Og við röðum þessu eftir hæð og descending og það skiptir engu máli hvort það er ascending eða descending miðað við hvernig þetta er orðað, sorted by height. Þá er það bara ykkar að velja það hvort þið viljið nota. Og ef við keyrum þetta, þá fáum við hér listan. Og listin er alveg sæmilega langur. Maður sjá, svona. Ég vona að sé engar sérstakar spurningar varðandi þessa fyrirspurn. Nöfn allra íþróttamenna sem hafa tekið þátt í að lágmarki einu túrnamenti eða einu móti. Og hér þurfum við að fara að pæla í distinct ef þið notið join útgáfuna af þessu. Það er hægt að skrifa þetta sem ef við horfum á join útgáfuna, þá erum við að joina result og people. Og hver manneskja getur tekið þátt í fullt af íþróttamótum sem þýðir að við getum fengið fullt af röðum upp úr þessu fyrir hvern íþróttamann. Þess vegna þurfum við annarkvort að setja distinct eða við þurfum að nota fyrirspurn. Við getum gert group by PID en það er svolítið sóðalegt. Þetta er ekki að group by, það er bara verið að nota group by til að framkvæma distinct. Ég veit að það er más syntaxlega en ég mæli ekki með því að þið notið group by ef það er engin aggregation. Ef það er ekkert count, average, sum eða hvað það er sem þið eruð að nota. Og ef við tökum okkur til og keyrum þessa útgáfu, join útgáfuna, þá fáum við hér listan. Sjáum við selitsetninguna sem við keyrðum, þá fáum við hér listan yfir þetta fólk og 139 raðir. Ef við tökum okkur til og hendum distinct út úr þessu, það sjáum við mjög fljótlega að raðafjöldin er af allt öðru kaliberi, 2000. Það er að segja, mjög margir af þessum 139 einstaklingum tóku þátt í mjög mörgum mótum. Svo að þarna þurfum við að hugsa, þurfum við distinct eða ekki. Og það snýst af tengingunum á milli taflnanna sem þið eruð að joina úr. Af því að hver einstaklingur getur tekið þátt í mörgum mótum, þá vitið þið að hver einstaklingur getur komið oft í niðurstöðum. Já. Ef tveir heita það sama, það kemur bara einu sinni í þessu tilfelli vegna þess að þú ert að byggjum að það sé distinct set sem inniheldur ekkert nema nafn. Ef þú vildir fá einstaklingana, þá þyrftir að setja people ID inn í það líka. Þá þarna ert að fá einkvæmt nafn, en ef þú vildir fá einkvæma einstaklinga, þá þyrftir að hafa people ID með líka. Group by PID. Jú, ef þú ert að eldast við það, en þú getur líka sett PID bara einfallega í niðurstöðurnar. En þú mátt nota group by PID til að gera akkurat þetta, þess að það haga sér þarna öðruvísi en distinct. Með öðrum orðum,
þú ert að velja eitt hlut og tryggja hann sér distinkt á öðru. Þú ert að velja nafnið í result setið þitt, en þú segir, hei, en ég vil að nafnið sé ekki distinkt á nafni, heldur distinkt á ID. En þarna myndum við einfaldlega gefa rétt fyrir bæði. Þetta er ekki það nákvæmt. En til þess að þurfa ekki að pæla distinkt, þá getið þið líka notað svona lausn, sem nota bara innklausu. Hér segjum við bara, og nafnið, og people ID-ið, primary key á people, þarf að vera í results. Og að því við erum eingöngu að selekta upp úr people, þá fáum við einhverjum niðurstöður þessu án þess að hafa distinkt og án þess að hafa grúpa. Allir með á því? Og sér að við tökum þetta og keyrum þetta, þá fáum við 200 raðir, af því hér erum við ekki búin að distinkta nafnið, heldur erum við að fá, ef það eru einstaklingar með sama nafn, að hér erum við að selekta beint upp úr people. Við erum bara að segja, hei, og people þarf að vera til í results. Einstaklingur þarf að vera til í results. Það er nóg til þess að hann kom í niðurstöðum. Aftur, miðað við hvernig spurningin er orðuð, nógu nákvæmt. En það er oft auðveldara að skrifa inn fyrirspurnir heldur en join fyrirspurnir þegar þið eruð að pæla í að það séu ekki tvöfaldanir í niðurstöðum. Eitthvað sem þið getið hugsað ef það er ekki beðið sérstaklega join, þá er í sumum tilfellum auðveldara að skrifa þetta svona. Af því að þá er eingöngu það sem er í from-klausunni sem þið þurfið að pæla í, er það distinkt. Og ef þið selektið upp úr einni töflu, þá er það jafn distinkt og taflanir. Og ef þið joinið bara beint, þá fáum við eins og ég sýndi ykkur áðan 2000 einstaklingar sem er ekki ásættanlegt. Þess að þá eru þið bara að velja upp results og joina það við nafnið og sækja nafnið úr people. Það er ekki það sem er beðið Query 3, þá eru það fjöldi sem hefur tekið þátt í allavega einu móti. Og í sjálfu sér eina sem er áhugavert hér er hvar distinkt er. Að við verðum að vera með distinkt á people ID, þess að það er það sem við erum að telja. Við erum að telja einhverjma einstaklinga. Ef við setjum distinkt fyrir utan, þá værum við ekki að segja neitt annað en að fjöldin sem kom upp úr result þarf að vera distinkt. Og að því við erum að velja eina röð, count, það er það alltaf distinkt. Svo það er bæði vitlaust og óhjálplegt. Og ef við keyrum þetta, þá fáum við 200 einstaklingu upp. Nú flækist þetta aðeins. Við viljum fá ID og nafn að íþróttamönnum sem hafa 2 niðurstöður í hástökki, bestu niðurstöðuna og munin á bestu og verstu niðurstöðunni. Og það eru eins og með flest allt þá hafið þið val hvort þið notið ANSI join eða gömlu verjoinin, og ég mun áfram bara fókusa á ANSI. Og hér erum við að joina people við results og við sports, af því við erum búin að skilgreina að sportið þurfa að vera high jump. Og það skiptir engu máli hvort þið setið skilyrðið á S-name eða ef þið eru með töflurnar fyrir framan ykkur að setja skilyrðið bara á ID-ið. Svo lengi sem það skila sömu niðurstöðu og skiptir engu máli hvora leið þið farið. Og hér setjum við group by, ID og name, að við erum að eltast við þetta niður á einstakling, ekki niður á nafn, eingöngu. Og það þarf að vera meira en eitt tilvik. Við erum orðum count stjarna á joininu á people results og sports.
þarf að skila ykkur fyrir hvert people ID fleiri en einni niðurstöðu. Hér erum við búin að segja 2 eða meira. Með við þarna sem að beðið þeim. Síðan tökum við hér hámarksniðurstöðuna sem er besta og síðan tökum við max mínus min, það er að segja mesta munin með 2 aukastöfum. Cast er standard SQL líka. Þetta er ekki Postgres special. Allt sem þið horfa þarna er standard SQL. Þið getið kastað beint í Postgres með því að nota tvípunktur, en það er ekki SQL standard. Og ef við keyrum þetta, þá fáum við hér þessa niðurstöðu. Við erum með ID-ið, nafnið, besti árangur og munurinn á lélegast árangur og besta árangri. Í raun og veru, bilið, frammistöðu bilið. 125 einstaklingar sem koma fram þarna. Kast. Þetta er bara typecasting. Þeir eru að kasta úr einni gagnatýpu yfir í aðra. Postgres er mjög stífur á því að þið þurfið að kasta sjálf, að ef það koma 2 mismunandi datatýpur inn í mínus til dæmis, að þá verður Postgres ekki glaður og þarna þurfti ég að setja kast svo að Postgres yrði glaður. Þetta er bara vörpun og gagnatýpum. Og þetta er ekkert sem þið þurfið að hugsa þegar þið eruð að skrifa lausnir í verkefnum eða prófum, nema að sé einhvað sem þarf að keyra á tölvu. Þess að það náttúrulega keyrir ekki ef þið gerið þetta ekki. Svo ef þið fáið ekki vill í hausinn, hafið ekki áhyggjur. Og ef þið eruð að leysa einhvað á blaði, hafið ekki áhyggjur. Ef við horfum á 5, nafn og kyn allra íþróttamanna sem eru methafar. Og hér erum við að horfa á að við viljum sjá methafan einu sinni, þetta er nafn og kyn. Það er ekki upplýsingar í hvaða íþrótt metið er eða neitt. Svo að ef að sami einstaklingurinn á meti fleiri en einni íþrótt, þá kæmi hann 2 í listan ef við pössum ekki upp á að setja distinct. Þess vegna er distinct hér. Og inner joinið eru bara lykla join fyrir utan að við gerum kröfu á að metið sé þessi niðurstaða sem við erum að horfa á þegar við metum þetta. Við erum bara að joina metininn. Og hér fáum við þessa methafa. Og þið þurfum líka að passa ykkur á einu. Þegar þið eruð að leysa svona verkefni, þá þurfið að vera að hugsa hvernig geta gögnin verið, ekki bara hvernig eru gögnin. Þess að fyrirspurn getur verið vitlaus þó hún skili ykkur réttum niðurstöðum á gögnunum sem þið eru með fyrir í höndunum. Þetta snýst hvaða gögn geta verið í töflunum, ekki bara hver eru þar. Ef þið vitið að tengingin getur verið einn á móti mörgum út frá hvernig lyklunin er á töflunum, að þá þurfið að skrifa fyrirspurnirnar með það í huga. Þeir eru ekki að lenda á því hér. Og 7. fyrirspurnin, ID og nafn alla íþróttamanna sem eru með meir en 1 met ásamt fjölda meta. Þeir náttúrulega voru að taka horfa á met og þeir voru að horfa á fjölda þáttöku svo að í sjálfu sér erum við bara að gera nokkuð sambærilega hluti. Bittu nú við. Ég er ekki með rétt að skrá á tölvunni hjá mér vegna þess að ég ansi-joinaði allt dótið á henni ég setti á netið. En þetta er í sjálfu sér grunnatriði sem við erum að horfa á hér. Við erum með grúppæ og við gerum skilyrði á að count sé meir en 1. Það sem breytist er það, með það sem þið voruð að horfa á, countið fyrir ofan, við gerum kröfu á að þetta sé met með þessu join skilyrði. Þetta segir, resultin sem við viljum fá inn í joinið okkar er met. Svo allt sem þið eruð að horfa á, með þessum join skilyrðum, er met.
og það eru engir sem uppfylla þetta. Og þeir eru fáið svona, þeir eru að skrifa einhvað og haldið það eigi að koma niðurstaða og þurfið einfaldlega að klippa út úr því og sjá, þetta örugglega rétt? Og einfaldasta leiðin við að gera það í þessu tilfelli að sleppa bara having count meir en 1, keyra fyrirspurnina og sjá hverju hún skilur okkur. Það er engin með meir en 1 í meir en 1 met. Þið sjáu þarna bara, þetta er rétt með því að tjekka þetta svona. Þetta er bara hvernig þið vinnið það þegar þið eruð að leysa svona verkefni. 7. Sko, við höfum ekkert gífurlegan tíma. Viljið þið klára 1 eða á ég að hoppa beint yfir í 2? Eða ekki? Ég nefnilega að halda það að vera gagnlegra. Þegar þið eruð að, ég ætla að taka 1 punkt hérna, þegar þið eruð að sía á ár eins og hérna, þá getið þið gert þetta svona. Þetta er afkastalega óheppilegt en þetta er ofsalega snyrtilegu syntax. Eða þið getið sagt og held between 1.1.2004 and 31.12.2004. En þetta, þið megið nota, í þessum kúrs, megið nota hvort sem ykkur finnst þægilegra. Skiptir engu máli. Þegar ef þið tækið gag 2, þá þurfið þið að fara að hugsa svona hluti. En ekki gag 1. Nú skulum við hoppa yfir í skulum ná í lausnirnar. Og bara worda þetta líka. Fyrsta fyrirspurnin hér, staðsetning og dagsetning allra keppna sem að er ekki með neina niðurstöður eða eru með einhverjar niðurstöður sem vantar réttara sagt. Að þetta er bara normal inner join nema við segjum að þetta eru færslurnar þar sem að það er ekki skráð niðurstaða. Result er null. Ekki skráð eða vantar á að kveikja á null-bjöllunni, viðvörunarbjöllunni hjá ykkur. Það er verið hérna beint fyrir ofan. Sko, þetta er það sem er verið að biðja um. Ég skal henda þau upp. En það er fyrir ofan allar þessar fyrirspurnir það sem er verið að biðja um. Má ég nú sjá. Það reyndar að fatta eitt. Sjá, ég verð að slökkva á skjánum á meðan vegna þess að við það sækja þetta sjást allar einkunnir sem er mínus. Og maður sjá. Svona erum við komið með fyrirspurningar upp og ef við horfum á þetta staður og dagsetningun á öllum keppnum þar sem að vantar einhverjar niðurstöður að þá er eina trikki við þetta að við erum að tékka á er einhvers staðar null í result og af einhverjum ástæðum og þá hefur slæðst einhver skrítin, nú tekur þetta rétt ekki með öllum line endings og hér er niðurstaðan úr þessu. Þetta eru 65 staðsetningar, pör af staðsetningum og dagsetningum og að því við erum bara að selekta úr competitions sko og þar sem að result er 0 þá þurfum við ekki að við erum samt að join þetta að þá þurfum við ekki að hugsa distinct á þessu. Já, það er mögulegt. Það er spurningum bara hreinlega orðalagið á spurningunni. Place and date of all competitions with some missing results. Þetta er reyndar frekar skýrt, orðalagið. Já. Já. Já.
som segir ykkur yfirleitt að som og any segir ykkur bara það er til tilvik. Í þessu tilfelli það er til tilvik þar sem það vantar. Það er nóg til að ég að detta inn í settið. Þá er það að tjekka 0, já. Já. Var það samræmt, var það þannig að ef að einhver hverja var ekki 100% rétt Já. þá var það bara 0 að fyrir þá Já. hverju? Já, einkunnagjöfin í verkefnunum fram á þessu er búin að vera alveg binary og það hefur á sjálfsögðu kost og galla. Kosturinn við það er að dæmatímakennarir eru fljótar að fara yfir verkefnamagnið og eins og þið vitið af hvað skilin á einkunnum til ykkar hafa gengið hægt, þá er það augljóslega eitthvað sem ég þarf að hugsa um. En gallin er á sjálfsögðu að þetta verður svolítið brútal. Og ég þarf bara einfaldlega að jögla því að ná að skila ykkur að einhverjum niðurstöðum þolanlega snemma og að einkunnagjöfin sé ekki of drakónían. Auðvitað myndi ég vilja hafa þetta meira fængreint, en þá er spurningin hvenær get ég þá tryggt að þið fáið eitthvað út úr þessu. Það er bara svo ég segi eitthvað nákvæmlega eins og það er það sem þetta snýst um. Ég meina að við erum alltaf að skrifa hvað við verðum að gera, Já, með rökstuðningin að við myndum þetta sem við Já. myndum þetta, já. hvort við myndum fá eitthvað fyrir það. Sko, almennt í svona binary einkunnagjöf nei. Ef það væri minna binary einkunnagjöf, já. Og ég viðurkenni fúslega að þetta er ekkert optimal, en það er mjög erfitt að eiga við það í svona stórum kúrs að fá verkefna yfirferðina framkvæmda nógu hratt. Og þið sjáðu alveg sjálfa að það er ekki að ganga nógu hratt. En númer 2, þá erum við að horfa á þetta er project 1, það er ekki hjálplegt. Þá erum við að horfa á einstaklinga sem hafa ekki keppt í neinu. Og við getum leyst það með bæði not exist og þá erum við bara að selekta, það er ekki til neitt result fyrir einstaklingin sem ég er að horfa á hér. Og þetta er tiltölulega einföld og þægileg lausn að horfa á þessa. Við ætlum bara að telja ID-ið á einstaklingum, þar sem ekki er til subquery, correlated subquery, að því við erum að líkla það á people ID saman sem PID, þá er það correlated. Þar sem við finnum engar niðurstöðu fyrir viðkomandi. Og önnur leið við að gera þetta er að nota set difference, þar sem við segjum, við ætlum að velja alla einstaklinga mínus einstaklinga sem að kepptu, og að því þetta er setvirki, þá eru niðurstöðurnar út úr þessu einkvæmar. Við þurfum með öðrum orðum ekki að pæla í distinctness á people ID í results, vegna þess að við það að nota setvirkjan except, þá er búið að gera það fyrir okkur. Svo bara muna það, þegar þið eruð að nota setvirkjana, þá fáið þið einkvæmt mengi út, sem er hjálplegur eiginleiki. Og ef við keyrum þetta skilar ykkur allt sömu niðurstöðu, þá fáum við 1. Og ég er nú ekkert viss að ég hendi þessum grunni inn. Já, nú fáum við þennan skemmtilega fítus hérna. Í einhverjum tilfellum er line ending skrítið í skránum að því að það vera hendur á milli plattforma og þá fáum við svona hjálplega niðurstöðu. En niðurstaðan er 1. Áfram. Og síðan höfum við aðra útgáfu þar sem við notum subquery. Ef við sjáum þess að hér notum við subquery til þess að sækja fjöldan af einstaklingum og sækja síðan fjöldan af einkvæmum einstaklingum í results. Og draugum síðan bara, hér X er heildarfjöldi einstaklinga og Y er heildarfjöldi einstaklinga sem tók þátt í einhverju móti. Allar þessar lausnir eru fínar á þessu vandamáli. Persónulega er ég hrifnastur af set difference, en það er bara smekksatrið. Ef þið hafið einhverja spurningar þetta, endilega láta heyra í ykkur. Og 3, keppti á Kópavogsskeri eða á met. Og alltaf þegar þið fáið eða, þá flækjast fyrirspurnirnar svolítið.
aftur ég á því að einfaldasta lausnin á þessu sé union. Og hér þurfum við að nota union, ekki union all, til að fá einkvæmar niðurstöður. Af því að það geta vel verið til einstaklingar sem að uppfylla bæði. Þeir keppt á Kópaskeri og þeir eiga met. Ef við notum union all, þá fengjum við þá einstaklinga oftar en einu sinni. Við með alveg pikki í mig þegar tíminn klárast. Ég mjög lélegur í að fylgjast með klukkunni. Og svo að ef þið notið sett útgáfuna af þessu, þá þurfum við einfaldlega að nota union. En það í sjálfu sér ekkert flóki hér, við erum ennþá að eltast við hérna að S-record er sem R-result með öðrum orðum, við erum bara að horfa á met í seinni hlutanum. Nú fáum við fullt á svona hlutum og vantaði líklega svona. Þá fáum við listan yfir þessa einstaklinga, 218. Hér sjáum við aðra útgáfu sem að þarf að nota distinct og er að nota exists fyrirspurnir sem athugar, er þetta methafi og hérna er réttara sagt, hér er það, tók hann þátt í keppni á Kópaskeri eða er þetta methafi? Hvort finnst ykkur einfaldara? Að taka fyrirspurn sem skilar ykkur öllum sem voru á Kópaskeri og aðra fyrirspurn sem skilar ykkur öllum sem eru methafar og uniona þær eða skrifa eina fyrirspurn sem joinar þetta saman hérna og keyrir síðan exists subqueries. Efri læsilegri. Það er mín skoðun líka. Ég er miklu hrifnari sjálfur af sett útgáfuna þessu og líka leiðu þið nota sett útgáfuna þurfið þið ekkert að pæla í þessu. Settvirkin er búin að sjá þetta fyrir ykkur. Þurfum ekki að hugsa það. 4 íþróttamenn sem eiga met í einhverri íþrótt en hafa aldrei keppt í einhverri annari. Og lykilorðið er alveg æpandi hérna handa ykkur. Any. Þau gætu keyrt þetta sem any subquery en hérna einfaldasta leiðin er líklega hérna not exists, select stjarnanform result, þar sem er þessi einstaklingur og ekki sportið sem hann er methafi. Við erum búin að joina R við sport á record. Svo við vitum að sportið í R er sportið sem hann er methafi. Og við það að setja þetta skilyrði, þá erum við að segja að þessi select setning hér skilar upp öllum result. Ok, þá endum við þetta núna, en hve mörg ykkar myndu vilja fá restina af projektinu svona, rúlað yfir það og rætt? Ég þyrfti að stela satt að segja tíma í það á laugardaginn. Það er bara, núna er ég búin að taka af því sem ég gat tekið, bara með efnisniðir að komast yfir í næstu viku. Ég get ekki leyft mér að taka meira. Ég er að meina að þeir sem nenna að koma og kíkja á mig á laugardeginum, þá get ég klárað að fara yfir restina af þessu. Það er því þá klukkan 2:10 á laugardaginn. Já, ég myndi bara koma hingað, hijacka stofu og bara senda á Piazza hvaða stofu við myndum nota í það og klára að fara yfir þetta. En þið verður svolítið að segja til, er þetta að hjálpa ykkur? Ég myndi með það. Já, þá erum við bara að fara að gera það. Það þarf ekkert marga til þess að réttlæta það. Svo þá er ég að fara að gera það. Ég veit ekki hvernig verðum við upptök á því, það ræðst bara af því hvaða stofum get ég hijackað og svo framvegis. Ef ég get ekki það, þá ger ég það. Þá klárum við það. En ég sendi Piazza tilkynningu með staðsetningu og tímasetningin verður 2:10. Veistu, ef það mæta 3-4 einstaklingar sem hafa áhuga á þessu, þá er ég alveg sáttur.
Þú búin að kíkja á það eitthvað sem fólk bara kvart yfir test? Ég veist að ég bara hreinlega hef ekki komist í það. Ég á samt núna að ósvöruðum fyrirspurnum Já. í pósti sem ég bara, ég veist, að þessi fyrir hluti vikunar þegar ég er að undirbúa fyrirlestarana og ég þarf að senda inn dæmi næsta verkefni fyrir ykkur í kvöld, þá bara kemst ég ekki yfir. Nei. Svo seinni part vikunar, þá mun ég svara öllum póstunum ykkar og ef testskráin er fucked á skiladegi, þá er það á mig. Já. Ekki. En það er ekki skiladagur í dag? Akkurat. Það er það sem ég er að segja. Ef það er steikt í dag, þá skrifast það á mig. Ég held að þið munir ekki borga fyrir því. Ég held að eitthvað búin að finna eitthvað lausn á því. Já, ég var til rúmlega 10 í gær.